En þá vil ég bjóða hingað upp næstan Guðmund Baldvin Guðmundsson, formann bæjarráðs Akureyrarbæjar, og yfirskrift hans erindis staða mála varðandi orkuframboð og orkuöryggi frá sjónarhóli sveitarfélaga. Gjörðu svo vel. Ráðherra líka, en hann ekki í salnum, þingmenn og góði fundamenn. Yfirskrift mín á þessum erindi staða mála varðandi orkuframleiðslu, orkuframboð og orkuöryggi frá sjónarhóli sveitarfélaga. Nú ætla ég að koma upp einhver glæðum. Hvernig við að finna því? Til þess Og sláðu svo nafnið þitt. Já, ég veit nú ekki hvaðan nafnið á þessu ágæta erindi mínu kom. Við héldum hér málþing á síðastliðnu sumri á vegum Eyþings, þar sem við vorum að ræða svipuð málefni, og þá kallaði ég erindi mitt Kviknar á perunni. Þá var ég svona að kalla eftir því að menn færu að gera hluti og menn færu að vanda sig betur, og það er kannski það sem við erum að sjá í dag. Það er líka ánægjuefni að á þessu málþingi sem láðist á okkar málþingi er að nú eru hér fulltrúar frá landvernd eða náttúrusamtökum og bændum koma með sín sjónarmið. Það sé afar mikilvægt þegar við tökum þessa umræðu. En ég ætla aðeins bara að byrja að birta hér sjálfsmynd af mér sem teiknuð var í upphafi þess þegar ég hóf þátttöku í pólitík og fór að koma að því sem heitir raforkumál. Það verður að segjast eins og að þetta var fyrir mér afar snúið. Þetta var kannski ekki bara fyrir mér, ég held að þetta hefði bara verið fyrir okkur öllum. Þess að það var bara ekkert ljóst á þessum árum hvert menn voru að stefna. Það var bara algjört reiðileysi í þessu að mínu mati. Við stóðum hér frammi fyrir því á þessu svæði að horfa fram á orkuleysi. Síðan eru liðin 8 ár. Það hefur bara því miður lítið gerst. Því miður. Ég í upphafi lærði líka ýmis hugtök sem ég skildi nú alla lítið í til að byrja með, en á þessum 8 árum þá hefur maður svona aðeins sjóast í þessu, en launafl og raunafl og AC/DC sem ég held að væri rokkhljómsveit, en reyndist vera strengir, og ýmislegt sem maður lærði svona á fyrstu árunum, en það hefur mikið verið fundað. Við höfum fundað með ýmsum aðilum, Landsneti, þingmönnum, stjórnmálamönnum, Rarik, Orkustofnun á þessum 8 árum, og eins og ég sagði áðan, það hefur lítið gerst. Í upphafi horfðu menn mjög til Blöndulínu 3. Það var talin leiðin sem við áttum að byrja á, og Landsnet var að vinna að þeim málum. Það verður bara því miður að segjast að Landsnet gerði bara upp á bak í þeirri framkvæmd. Það er ljótt að segja þetta, Guðmundur, en það er mitt mat að menn hefði bara hreinlega fjallu á prófinu og við hrökkluðust burt. Einfaldlega vegna þess að menn tóku ekki og gerðu ekki nógu vel undirbúningsvinnuna. Ég held að það sé stóra málið. Á þessum tíma vorum við líka alltaf að þrátta jarðstrengi og línur. Menn voru að reikna út hvað jarðstrengi væru miklu dýrari heldur línur og veltaði fyrir sig hvað það kostaði á þessari 130, ég man ekki hvað þeirra margir kílómetra frá Blöndu til Akureyrar. En þá var enginn að tala um það að það var bara takmarka hægt að koma í jörðu. Menn voru bara búin að reikna hér út alls konar stærðir út frá því að leggja hér jarðstrengi alla leið og reyna að finna út að þetta var 6-falt dýrar og svo framvegis, og svo þráttuðu menn það að þetta væri nú ekki svona dýrt, jarðstrengi væri alltaf að lækka í verði og þetta væri bara ekki svona. Það vantaði líka stefnu yfirvalda í þessi mál. Í byggðastefnu talað það að tryggja raforkuöryggi og landsmanna og atvinnuuppbyggingu. Ekki byggðastefnu heldur drögum að byggðastefnu, hún ekki til. Og það var líka kveðið á það í 2015 að það ætti að koma með þingsályktunartillögu 2016, síðasta lagi 15. október með minnir. Allir vita að 15. október
2016 var uppnámi í stjórnmálum, kannski okkur Framsóknarmönnum að kenna á þeim tíma. Og akkúrat í júní hérna á síðasta ári þá satt Þórdís Kolbrún iðnaðarráðherra og boðaði það að í september yrði lögð fram þingsályktunartillaga. Aftur urðu stjórnarslit. En nú komin í þingsályktunartillaga og því ber að fagna. Nú skulum bara öll krossleggja putta og vona stjórnin haldi. En í nýrri þingsályktunartillögu kveðið á nokkur atriði sem að snerta okkur hér á þessu svæði. Það segir, og nú þarf ég að finna blaðið mitt hérna, eins og það í 1. grein að flutningskerfi raforku hluti af grunninnviðum samfélagsins með sambærilegum hætti og samgöngu- og fjarskiptainnviðir og ein af mikilvægum forsendum fjölbreyttar atvinnu- og byggðaþróunar. Í 3. grein talað að treysta skal flutningskerfið betur, tengja betur lykilsvæði og tryggja afhendingaröryggi í raforku allt land. Afhendingaröryggi raforku allt land. Í 7. grein talað styrkingu og uppbyggingu flutningskerfis skal miða að því að auka afhendingaröryggi raforku á landsvísu með sérstaka áherslu á þau landsvæði sem búa við skert orkuöryggi. Nákvæmlega það sem við erum að upplifa. Og í 8. grein talað að tryggja skal að flutningskerfið mæti þörfum fyrir aukin orkuskipti í samgöngum og haftengdri starfsemi, meðal annars að því varðar innviði fyrir rafbíla, notkun raforku í höfnum og raforku til fiskimjölsbræðslna. Allar þessar greinar falla vel að því sem við erum að kljást við hér. Þannig að það má segja að þessi þingsályktunartillaga, hún í rauninni svona styður við það að við getum aldrei sprett ermar í þessum málum og komið þessu áleiðis. Vísu þarna í 4. grein talað að ekki skal ráðast í línulagnir yfir hálendið. Þannig að svona kannski, ég ætla ekki að gera stórmál úr því hér í dag, en þetta svona kannski skýtur svolítið skökku við með það svona kannski svona markmiðin í þessari þingsályktunartillögu. En menn hafa rætt það hér og ég ætla ekki að fara að gera mál úr því. En hver staðan hjá okkur? Staðan bara grafalvarleg. Ég get sagt Illuga fundarstjóra það að ég get stytt málum mitt aðeins vegna þess að sumt af því sem ég ætlaði að segja kom fram hér í vídeóinu áðan. En staðan grafalvarleg og við erum bara hérna, búum við bæði orkuskort og afhendingaröryggi ekki tryggt. Og þetta gerir það verkum að við getum ekki boðið hingað til okkar atvinnufyrirtækjum sem vilja koma hingað á svæðið. Við höfum fengið fyrirspurnir, við höfum þurft að neita og ég bara hugsaði daginn þegar ég sá Dag B. Eggertsson. Ég hefði svo gjarna vilja vera í hans stöðu, rétt fyrir kosningar, að skrifa undir samninga gagnaver á Korputorgi. Þetta bara engin möguleiki fyrir okkur, engin. Því miður. En þessu verður að breyta. Í áðurnefndu fundi í júní, þá var Guðmundur Ingi forstjóri Landsnets, þá bara talaði hann tæpitungulaust það að eitt af því sem við þurftum að gera væri að huga að dísilrafstöðum. Og við sveitarstjórnar fólk vorum á fundi hér í morgun þar sem var verið að kynna fyrir okkur skýrslu sem að AFL lét nýverið gera. Það sem talað að væri hægt að svona setja plástur á kerfið hjá okkur í dag með því að koma 10-20 megavatta dísilrafstöð. En við sjáum það náttúrulega alveg að dísilrafstöð galin hugmynd í samfélagi þar sem við eigum nógar hreinni orku. Við þurfum bara að tryggja þessa orku til framtíðar. Við þurfum að ná tengingu inn á þetta svæði og við þurfum að búa hér í samfélagi sem við viljum búa í, sem hefur tækifæri til vaxtar og þróunar. Og það verður ekki gert nema með því að bæta flutningskerfið. Við þurfum núna að snúa bökum saman og koma Hóladssandslínu í virkni. Ég tók eftir því að Guðmundur Ingi talaði 2021, 1920, sem við talaði 2021, aðrir 2023. En hvað það? Við þurfum að snúa bökum saman. Og nú ætla ég aðeins að taka Landsnet aftur
kvartaði því áðan og þess að þeir hefur ekki staðið sér vel í Blöndu, en Guðmundur bendir réttilega á það að Landsnet hefur tekið sér tak á síðustu 3-5 árum eins og hann sagði. Og vinnubrögðin við Hólasandslínu eru bara allt önnur. Nú búið að stofna verkefnaráð, þar koma sveitarstjórnarmenn að. Hér áður fyrr þegar var að vera að tala Blöndu þá var að vera að funda með sveitarstjórnum í sitt hvoru lagi og misvísjandi skilaboð sem var bara ekki gott. En núna sitja allir við sama borð og við getum spurt gagnrýninna spurninga og fengið svör. Þetta afar mikilvægt. Þess að ég tel að mikilvægt, það sé mikilvægt til þess að ná þessu öllu saman í gegn, það að eiga samtalið. Og Landsnet hefur farið í það að ræða við alla bændur og landeigendur á línuleiðinni, kynna þetta fyrir þeim. Og það skiptir verulega miklu máli. Þannig að ég segi það hér, ég hrósa Landsneti fyrir þessa vinnu og ég hef gert það áður. Og eins og hann sagði við mig hérna, ég man ekki hvað hann heitir, félagi minn í Landsneti, daginn, tók ég hendina með eftir fund sem haldið var á Greifunum og sagði, ég verð bara að taka í hendina, það er ekki oft sem að okkur er hrósað. En það er ástæða til í þessum efnum. En hvað höfum við svo verið að gera á þessu svæði? Við höfum svo sem ekkert setið aðgerðalaus. Við höfum sett athugun með smávirkjanir á svæðinu í skoðun. Það gerðum við að áeggjan Ernu hjá Orkustofnun og Atvinnuþróunarfélagið hefur verið að vinna skýrslu þessi efni. Það eru vissilega möguleikar til að bæta hjá okkur ástandið. Og auðvitað eigum við náttúrulega líka að huga að því. Vegna þess að jafnvel þó við fáum tengingu, þá þurfum við líka að velta fyrir okkur hvernig við ætlum að sjá framtíðina fyrir okkur. Við verðum að hugsa lengri heldur en bara næstu 10, 15, 20 ári. Við verðum að hugsa til framtíðar. Við höfum líka verið að ræða vindmyllur. En það virðist vera eins og að vindmyllur séu pínu á Íslandi skammaryrði. Það vill enginn sjá þetta. Og mér finnst einhvern veginn eins og að vindmyllur séu svona jafnvel í lægri flokki heldur en raflínur. Eða skal ég sér möstur. Þannig að ég svona veit ekki hvert við förum í þeim efnum, en ég heyrði hér áðan að menn eru samt að skoða það. Og eins og ég sagði það áðan, þá höfum við líka verið að ræða dísilrafstöðvar. Það er náttúrulega skammalegt að hugsa til þess að til að mynda Norðurorka, okkar ágæta orkufyrirtæki, þarf að notast við dísilrafstöðvar til að tryggja rekstur sinn. Ennþá erum við að tala vegu fullt af orku í þessu landi. Ég held að okkar keppikefli hér á þessu svæði hljóta að vera það að berjast fyrir því að við fáum nú Hólasandslínunni í gegn. Vonandi gengur það fyrr heldur en ég ætla, en ég hugsa að þetta verða einhvers staðar á bilinu 2021 til 2023 ef allt gengur eftir. Það myndi breyta miklu fyrir okkur. En við þurfum á samaskapi strax að hefja vinnu eins og Guðmundur Ingi boðaði, strax að hefja vinnu við Blöndulínuna. Og þar þarf að koma verkefnir á og við þurfum að takast á við þetta verkefni saman. Og ég treysti því að Landsnet vinni þetta með svipuðum hætti. Og þegar okkur hefur tekist að koma bæði Hólasandslínu og Blöndulínu í gagnið, þá erum við hér komið með allt annað samfélag heldur en við búum í dag. Samfélag sem gefur okkur tækifæri til að byggja upp atvinnustarfsemi, samfélag sem eru blómlegt, samfélag sem við öll búa í. Takk. Það er ástæða til að þakka sérstaklega fyrir tímasetninguna eða hversu langan tíma ræðan tók. En ég ætla að segja það hér á eftir þegar við förum í umræðurnar, þá munum kannski byrja á því að leyfa Guðmundi bregðast við því sem að Guðmundur sagði, þar sé ekki þeim þættinu sem snýr á hrósinu, heldur því sem að fyrr var rætt gagnrýni. En áður við komum í kaffi að því að nú nefnt hér með vindmyllur. Það væri svolítið skammaryrði. Mér var eins og sögð saga af Íslendingi sem að sá fyrsta skipti vindmyllu í Hollandi og beðinn að lýsa vindmyllunni. Og hann lýsti henni svona. Fyrst var spýta, svo var spýta, svo var spýta í kross. Það eru þetta bara eitt af þessu sem við kannski eftir að læra aðeins meira og átt okkur betur á hvernig á að nýta.